Þannig ekki prófinu? Já, já. Ha? Bara, já. Ert þú alltaf að lenda í þessu? Hvað það með mér? Þú ert ekki einn. Félagsfælni er mjög algeng kvíðaröskun sem nú með 4% fullorðna í heiminu kljást við. Það er ekkert af þér. Það er bara smá villa í kerfinu hjá þér. En með HAM, þá getum við leyst úr þessu. En hvað er HAM? Nú, HAM stendur fyrir hugræn atferlismeðferð og snýst það að tekla alls konar vanda eins og félagsfælni með því að líta á þessa þráþætti, tilfinningar, hegðun og hugsun og hvernig þeir spila saman við ákveðna aðstöður sem gera okkur félagsfælin. Og með því að greina þessar hugsanir og breyta neikvæðum eða óhjálplegum hugsunum og móta frekar heilbrigðari viðbrögð við þessar erfiðar aðstæður getum við minnkað áhrifin félagsfælni. En hvernig getum við það og af hverju líta sálfræðingar aðallega á HAM? Markhópurinn okkar er ungi kallmenn á aldrinum 18-24 ára og við viljum höfða til allavega kynjanormana sem að undanfarið er með mjög vondar fyrirmyndir, sérstaklega eins og dæmið Andrew Tate. Hann ýtir undir mjög lélega og vonda kynhegðun sem að ýtir undir andfélagslega hegðun kalla. Og við viljum stuðla til frá bæði skólum, fyrirtækjum og stafrænum miðlum að minnka skömm yfir tilfinningum og auka opnun við tjáningu að kalla yfir höfuð. En virkar þetta? Íslensk rannsókn eftir kvíðameðferðarstöðina árið 2011 sem rannsakaði HAM í hópmeðferð með félagsfælni leiddi í ljós að kvíði þátttakenda minnkaði marktækt yfir 80% upplifðu verulegan bata sem sýnir okkur að félagsfælni er ekki persónuleikaþáttur heldur er að læra viðbrögð sem hægt er að aflæra. En okkur að ég manneskja með félagsfælni að fara í félagslegar aðstæður til að vinna vandanum þegar það er einmitt það sem ég óttast. Já, það er góð spurning. Þetta er svolítið mótsagnakennt en rannsóknir hafa sýnt fram á það að maður sigrast mest á óttanum ef maður mætir honum í öruggu og stýrðu umhverfi og það er akkúrat kjarninn í HAM. Og þess vegna viljum við kynna fyrir ykkur nákvæmlega hvar á að byrja. En hugræn atferlismeðferð er algengasta meðferðin við ýmsum kvíðaröskunum og þá sérstaklega félagsfælni og svona sjálfsáhorfi, þess að við fylgjumst með og einblínum of mikið af það hvernig við lítum út eða hvað við erum að gera og hvað það sé kannski rangt. Og við endurum forðumst við þær aðstæður sem okkur líður illa í. Og þetta skapar hennan vítahring sem eru virkilega vondur, þar sem við finnum fyrir þessari skömm að því við erum að fylgja svo mikið með sjálfum okkur og erum á of mikið og förum að pæla of mikið í hvort við pössum inn, hvort við gerum hlutina rétt og þar af leiðandi myndast kvíði sem eykst og eykst með því sem við horfum meira sjálfur og fylgjumst meira sjálfur og þá forða þeir eru aðstæðan. Þetta er vítahringurinn sem að HAM er einmitt, hann ætlar að brjóta og virkar í mörgum tilfellum að brjóta. Það sem að markmiðið er að brjóta hringa svona með að beina athyglinni út af við og frá sjálfur og fólki í kringu umhverfið á rökstæðri grunni og endurmetum neikvæðar hugsanir á miklu raunhæfari átt. Það sem við hugsaum kannski, það sem að maður með félagsfælni hugsa kannski hann sé heimskur eða ekki nóg eða lélegur í einhverju sem hann er að stunda, þá er þetta endurmeta þessu hugsanir með sérfræðing og það býr til mikið sjálfsvist innan minn og þetta er bara gamla góða æfingar skapa meistarann. Þetta er klisja en í þessu hefur það öll áhrif þar sem þú þarft að komast í félagslegar aðstæður og prófa það áfram eitt skref fyrir skref. Einblínin helst á þessa 4 þætti, það er að segja draga úr sjálfsáhorfinu sem tölum á hann eða self-monitoring á ensku, afhjúpun, endurmetum neikvæðar hugsanir og fylgjum upp hegðunarfærni til frambúðar. Og ef við förum aðeins meira í sjálfsáhorfið, þá snýst það skref aðalega að brjóta þennan vítahring og beina athyglinni frá sjálfinu í stæðan fyrir að hugsa bara sjálfa sig og hvernig maður lítur út og hvað maður er að gera. Þá er manni kennt æfingar til að snúa athyglinni frekar að umhverfinu og fólkinu í kringu því í samskiptum. Og þetta er einu stöðvar þessa gagnrýnisrödd sem er yfirleitt bara ímynduð við haustum á sjálfu þeir en ekki á enga stóð í raunveruleikanum, þannig sé. Og svona sjálfsáhorf ef það er í ofgnót eða í of miklu magni, það fer mjög hratt að valda kvíða og heldur uppi helst félagsfælni. Svo förum við yfir í afhjúpunina, en það er svona nokkuð svipað berskjöldunameðferð, þar sem að einstaklingur settur stig eftir stig í aðstæður sem það eru kveikjur, sem að kveikja upp kvíðan, þar að segja. Og þeim er kennt skipulag í stað flótta, í stað forðunar. Og við þetta minnkar kvíðin í hvert einasta sinn sem hann settur þessar aðstæður og sjálfsupplifun verður sterkari. Og bara það að upplifa kvíðin sem viðráðanleg breyta í stað þess að maður hafi ekki neina stjórn á honum getur aukið trúna á sjálfinu mjög hratt og sjálfsvitið byrjar að byggjast upp. Og
Og ef við förum í að endurmeta síðan þessar neikvæðu hugsanir, það skref, þá í því eru neikvæðu hugsanir gagnrýndar á uppbyggjandi hátt og endurmetnar með sérfræðingi, þar sem að fyrir að kunna búið til svona stöðvara í hausnum fyrir vondu hugsanirnar. Og markmiðið með þessu að þróa með sér jákvæðari og afslappaðari túlkanir á félagslegum aðstæðum. Á þennan máta getur einstaklingurinn hætt að ímynda sér alltaf versta í stöðunni og allt sem getur farið úrskeiðis. Byrja það í þessi stað að slaka á í samskiptum og síðast en ekki síst þetta stóra skref sem að byggja upp hegðunarfærni til frambúðar. En fólk með félagsfærni einmitt oft með mjög lítið sjálfstraust fyrir inngripið og þetta skref er rauninni meðferð sem aðstoðar við að hafa frumkvæði að samtölum og í samtölum, halda augnsambandi og sýna áhuga á því sem maður er að hlusta og heyra og slaka á í öllum hliðum samskipta. Og þetta styður í rauninni bara við og styrkir betri samskipti takstæla hjá fólki í félagsfærni. En ekki prófinu? Æ, hann er örugglega bara að spyrja því hann orkir mér. En býtum nú við, ég stóð mig samt vel í flestum spurningum. Ég get verið stoltur af því og hann er örugglega bara að spyrja út af forriti. Það gekk bara frekar vel, sko. Hefur upplifað eitthvað tengt þessum tilfinningum sem við erum búin að sýna í þessu vídeói, þá getur vel verið að þú getur notað góðs af ham og mælum við eindregið með að kíkja til klínísks sálfræðings og prófa hugræna athafnafræði.